sæl og verið velkomin í sjónvarp Kylfings. Við skoðum 2 golfvelli Mosfellinga hjá nýjum sameinuðum golfklúbbi og spilum Eyjahóluna þeirra. Við heimsækjum einnig einn frægasta golfvöll á Bretlandseyjum og leggjum erfiðar spurningar fyrir 2 af bestu kylfingum landsins. Þá fáum við leiðsögn í vippi og pútti hjá 8-földum Íslandsmeistara í golfi. En við hefjum leikinn í Mosó. Við höldum áfram að skoða golfvelli og nú liggur leiðin í Mosfellsbæ, en þar voru sameinaðir 2 golfklúbbar fyrr á þessu ári þegar golfklúbburinn Kjölur og Bakkakot sameinuðust í golfklúbbi Mosfellsbæjar. Félagar í GM getur nú valið að leika á 9 holu velli í Bakkakoti inn í Dal eða Hlíðavöll við sjóinn í næsta nágrenni við Korpu og samnefndan völl. Gunnar Ingi Björnsson nýr framkvæmdastjóri golfklúbbs Mosfellsbæjar, en hann var áður formaður í Bakkakoti. Ég sé þetta bara ganga mjög vel, við teljum og viljum meina það. Við séum með 2 skemmtilega en ólíka velli sem að passa vel saman og við ætlum að reka áfram bæði vallarsvæðin með nokkurn óbreyttum hætti. Við munum að halda áfram að þróast og reyna að bæta það sem við erum að gera, en vellinni passa vel saman og svona, já, bæta hvern annan upp. Hvernig kemur þetta svona í praktík og í peningum? Já, við teljum allavega til framtíðar að það verði heilmikið hagræði að ég reka klúbbarna saman. Það kemur kannski ekki ljós á kannski fyrsta rekstraránu, það mun gera það í framtíðinni. Við erum að bjóða hérna upp á sveigjanlegri árgjöld en margir klúbbar eru. Við erum með 3 tegundir af árgjöldum í klúbbnum, þar sem það fela í sér ólíka leikheimildir á völlunum. Það eru árgjöld sem eru ódýrast á 30.000 krónur sem með takmarkaða leikheimild upp í Dal utan álagstíma, og svo eru 2 tegundir af árgjöldum dýrar en það, en við teljum að það og sjáum það er sveigjanleiki sem að fólk ofta að leita. Fólk getur ekki spilað golf á alveg sömu tímanum alltaf og hefur mismunandi áherslur hvað að leita. Og svona til framtíðar þá er þetta módel sem við erum mjög spenntir fyrir að þróa áfram. Hvernig hafa félagar í klúbbunum báðum Bakkakoti og hér í Kili áður tekið þessu? Mér finnst þeir að hafa bara tekið þessu mjög vel, mjög jákvæðir. Fólk náttúrulega auðvitað annt sína velli og svona kannski fyrst voru miklar vangaveltur það hvort einhverja breytingar yrðu, en ég held að fólk sé að taka þessu bara mjög jákvætt og sjái þá möguleika sem felast í að reka þessa velli saman og kann vel að meta þann möguleika að geta spila golf á 2 völlum. Og við menn segja stundum að það sé ólíkt veðurkerfi við ströndin og upp í Dal, og það er alveg rétt. Það getur verið logn á Hlíðavelli en rok upp í Mosdal og svo öfugt, þannig að menn kunna bara vel að meta það. Og svona ef við tölum einhverja aura í þessu, þá náttúrulega hljóti að ná að samnýta mannskap og tæki? Já, það er kannski svona stefnan til framtíðar að pröfa það áfram. Eins og staðinni núna erum við að reka vallarsvæðin bara áfram eins og við höfum gert, enda í sjálfu sér hefur það kannski verið menn vil alltaf fleiri menn og gera slá og hirða vellina betur, en til framtíðar þá sjáum við það að þegar klúbburinn fer að stækka þá verður hægt að hafa hagkvæmari rekstrareiningu kannski en annars hefði verið. Eru framundan einhverjar breytingar á golfvöllunum? Það eru ekki kannski framundan neinar svona drastíska breytingar. Hins vegar eru auðvitað skrifuð undir samkomulag í kjölfarsamningi við Mosfellsbæ uppbyggingu á íþróttamannvirki, íþróttamiðstöð við Hlíðavöll, sem við erum að vonast til þess að geta kynnt núna í sumar og framkvæmdir geti hafist bara vonandi á þessu ári. Partur af því samkomulagi var uppbygging upp í Dal í Bakkakoti, og það stendur til að bæta völlinn þar, lengja og bæta umhverfið þar. Við erum búin að laga töluvert til á fyrstu aðkoman á fyrstu braut og síðan hefur 9. braut verið tekin töluvert þar í gegn og gerði það einlega Eyjugríni sem er mjög skemmtilegt, samhliða því að bílastæði og umhverfið skálans hefur verið bætt, og nú er verið að vinna frekari tillögur að því. Nú þegar að íþróttamiðstöðin kemur við Hlíðavöll þá munu verða eflaust gerðar einhverjar breytingar á vellinum til samræmis við það, og það er verið að vinna þá vinnu núna.
Hvað getur þú sagt okkur frá þessari íþróttamista? Þetta verður sem sagt nýtt klúbbhús og ásamt mun meiru. Já, þetta auðvitað það sem kannski menn hafa kallað klúbbhús í gamla dag og við segjum íþróttamist og ég vil meina það að hús eins og þetta auðvitað ekkert annað en anddyri að risastóru íþróttahúsi. Golfvellinir eru stærstu íþróttamannvirki sem eru í hverju sveitarfélagi fyrir sig og ekkert íþróttamannvirki virkar á þess að hafa anddyri og það það sem þessi miðstöð sem þar koma skrifstofur og þar kemur þessi aðstæð sem að menn eru vanir að sjá. Nú við stefnum á að vera með innanhús æfingaaðstöðu þar í einu öðru formi sem að mun geta nýst yfir vetrartímann til að við viljum auðvitað sjá golf iðkað á heilsársgrundvelli, afrekskylfingar og börn og unglingar þurfa aðstöðu til að æfa inni, það er gríðarlega mikilvægt og almennir kylfingar eru líka að leita að því þannig að þetta hús, þegar það verður kynnt, við erum að reyna að horfa til framtíðar í því að sjá þetta hús geta duga golfklúbbi Mosbæjar ókomna framtíð og þangað stefnum við. Hvenær verður þessi íþróttamiðstöð byggð og hvenær verður hún tilbúin? Já, nú verðum að svara pólitískt. Við erum að vinna í raun og veru í þessu eins rætt og við getum og við virkilega vonum að við náum að setja þá stað á þessu ári. Stefnan að geta hafist handa í haust og unnið þetta hratt og örugglega því að þörfin er gríðarlega mikil. Aðstaða klúbbsins í raun og veru í dag er ekki, er raun langt frá því að vera nægjanleg fyrir þá starfsemi sem við rekum í dag. Hvernig er svona starfsemin hjá okkur? Þið með golfkennara og sterkt unglingastarf og þetta alltaf ganga mjög vel? Já, við leggjum upp úr því mjög mikið upp úr öflugu barna- og unglingastarfi og við erum með Sigurpál Geir Sveinsson er íþróttastjóri hjá okkur og Davíð Gunnlaugsson er golfkennari klúbbsins og þeir vinna gríðarlega gott starf með börnum. Það eru 200 krakkar sem sækja æfingar eða sumarnámskeið á hverju einasta sumri þannig að það er mikið líf kringum krakkana og það er eitthvað sem við leggjum mikið upp úr og starfið hefur bara gengið vel og náðst góður árangur núna í þeim bótum sem hafa verið í gangi og við bindum mikla vonir við kylfinga í framtíðinni. Er það að fá svolítið að fólki úr nær umhverfinu, bara í nágrenninu? Já, við sjáum það auðvitað. Það er fólk sem býr í námunda við vellina, bæði niður Hlíðarvöll og einnig upp í Mosfell, það er duglegt að sækja og það er mjög gott og við einmitt stóðum fyrir því núna. Við buðum nágrönnum að koma og þykja golfkennslu og fleira og í sumar og það voru ansi margir sem gerðu það og nokkrir félagar sem bættust í hópinn þar. Gaman því að kannski menn átta sig ekki alltaf á því að hvers konar þjónusta og hvers konar íþróttamannvirki í boði bara rétt fyrir utan heimilið. Nú varst þú formaður í Bakkakoti sem er 9 hólu völlur og ert komin með Hlíðarvöll líka sem er 18 hólu völlur og mun stærra dæmi. Hvað finnst þér þessa 9 hólu velli sem náttúrulega eru mun fleiri á Íslandi? Eru þeir ekki að virka samt vel? Jú, þeir eru að gera það og það er kannski þess sem ég nefndi það áðan að við teljum að þessi blanda af öllum fyrir okkur sé mjög góð því að þarna hefur fólk valkost hvers konar golf að spila, stundum hefur maður mikinn tíma til að spila og stundum lítinn og ég hef verið mjög hrifinn af þeim hugmyndum sem hafa verið uppi svona breiðara úrval af golfvöllum til að spila. Mér finnst margir 9 hólu vellir út á landi algjöra perlur og hef alveg gríðarlega gaman að koma á mjög marga velli út á einmitt á landsbyggðinni og spila og finnst þeir vera órjúfanlegu hluti af íslensku golfi og megi alls ekki gleymast. Á sama tíma er rétt að taka það fram að uppbygging á alvöru keppnisvöllum er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur. Við þurfum fyrirmyndir í golfinu, við þurfum kylfinga í fremstu röð og þeir verða til á löngum og krefjandi völlum og við þurfum að sinna því líka. Þannig að þetta er bara spennandi verkefni að vinna á báðum endum málsins. Og að lögum, þið eru nú með Kristján Þór Einarsson sem hefur verið svona aðeins að kýtla atvinnumanna drauminn. Það er nú gaman að hafa svona mikinn afreksmann og þau eigið svo sem fleiri. Já, við erum alveg gríðarlega stolt af Kristjáni og öllum þessum góðu kylfingum sem við eigum afreks og bindum bara mikla vonir við að þau takist á endanum að rjúfa þetta og
Kristján hérna það metnaðarfullur að ég held að við höfum ennþá eftir að sjá það besta koma frá honum. Og það einhver ævintýri sem gerast á þessari nýju gömlu, hvað ég var að segja, Eyjaholu. Já, hérna kiknamennin hjá honum, þeir standa og höggið sig ekki langt, þá einhvern veginn, það hefur þessi hola þann með sér að maður sér vatnið og þetta svona þannig lengd, þetta ekkert endilega fullt högg og það svona, það þarf að hafa taktinn í sér hérna. Og þið voruð að breyta henni aðeins? Já, við vorum aðeins að stækka vatnið, við settum vatnið meiri kringum flötuna fyrir aftan og settum brúna inn og löguðum aðeins umhverfið betur svona við bílastæði, erum að reisa girðingu þarna og þetta kemur vel út. Og hvað, þið vaktið þessa braut, ef svo má segja? Já, þessi braut, hérna erum við með leik í gangi sumarið, það sem ef þú ferð hol í höggið þá færðu myndband inn á YouTube af því og allir í skálanum fá drykk og þú fær drykk og þú fær golfból til minningar um það og öllum mótum sem við höldum. Þá erum við með Pingi 30 dræfir í verðlaun fyrir þann sem fyrir hol í höggið, þannig að þetta hola það sem það hægt. Einhver búinn að ná því? Ekki á móti, nei, en við erum búin að vera með þetta í gangi hérna nokkur sumur og það hafa verið hérna 4, 5, 6 sem hafa fengið myndband á högginu sínu, draumahögginu. Jæja, þetta nú fyrir fugli, þetta heima maður náttúrulega, þú þekkir þessa línu alveg, steinleikur. Já, að vita hvert hún liggur. Svo bara spurning hvort það fyrir saman hraði og stefna. Hvernig gengur þér annars í golfi? Mér gengur ágætlega. Ég svona, vill alltaf meira en hérna get slegað aðeins. Það lækkar, ég veit ekki neitt formann sem hefur lækkað forgjöfuna. Nei. Eða hvað þá framkvæmdastjóra? Nei, ég veit ekki framkvæmdastjóra, hann kemur í ljós, en ég náði aðeins að lækka sem formaður. Það met á Íslandi. Það met á Íslandi, já. En þannig að þú nær samt þrátt fyrir formennsku gegnum tíðina og núna framkvæmdastjóri að stunda þetta svolítið? Já, ég hef alltaf spilað mjög mikið á nýtt kvöldin og mótnana vel og reynt að spila mikið þannig að Það virðist vera, maður sér það svona, það andi hérna og góð stemming. Já, hérna líður fólki vel. Það gaman að vera. Já, ok, settið í. Settið í. Eru þið í sameinuðum nýjum golfklúbbi? Já, við erum í sameinuðum nýjum golfklúbbi en við höfum nú reynd að spila hér áður, nokkur skipti, en núna líst mér mjög vel á þetta. Þá höfum við val ef að öllin fullur og hér er boltarenna en þú þarfst að skrá þig niður frá, þú getur þá alltaf skroppið hingað og tekið nýju. Gott að geta haft val svona tvo velli? Mjög gott og til dæmis ef þú ættir að taka nýju á Hlíðavelli þá ættir náttúrulega bara inn í miðju velli en hér ertu bara komin upp á húsi og þetta er létt og fínt. Mér líst mjög vel á þetta. Hvað segir þú? Já, ég er mjög ánægður með þetta. Það er geta allavega verið með val og 9. Það er eiginlega svona vonlaust þarna niður frá því að klúbbhúsið er á svo vondu stað. En hér er þetta flott. Þetta er skemmtilega völlur. Já, kanntu vel við Bakkagötu? Já, mjög vel við hann. Ég spila hann ágætlega. Hann er ekki mjög langur heldur en svona henta mig vel. Finnst þið að gera svona góður ómur á þessari sameiningu? Já, ég held að þetta var alveg yfir. Næfandi meirihluti sem vildi þetta sko. Þegar það var kosið þetta sín tíma þá hafði ekki verið mikil þáttaka í kosningun en þeir sem kusu voru allir með þessu. Svona mest. Stundið í golfið mikið? Já, svona eins og við getum. Oft í viku? Já, við erum svona 2-3. Reynum að gera svo ofta við getum. Já, við förum alveg 2-3 í viku og reynum að vera duglegum helgar. Hvað finnst ykkur best við golfið? Þetta er náttúrulega til dæmis mjög gott hjónasport, mjög gaman að geta stundað þetta bæði, mjög góð útivera. Við svona allt sem mæli með því að stunda þetta. Kynnist að hellinga fólki hérna og það er allt í á. Ég byrjaði að fara á völlinn með afa þegar ég var kannski 3 ára, svo bara fór ég að spila. Golfið er magnað, maður getur spilað við sjálfan sig og líka alla hina. Pappa og mamma er að byrja, ég þarf svolítið að segja pappa til, slaka á og svona.
Mesta fjöri nú að spila öll saman í góðveðrinu á kvöldin. Samveran, leikurinn, útiveran, hreyfingin, keppnin og ástríðan fyrir alla ævi langt. Golfið hefur þetta allt. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn býður þín svo pandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Afrekskylfingarnir Andri Þór Björnsson og Haraldur Franklín Magnús úr golfklúbbi Reykjavíkur eru tveir af bestu kylfingum landsins. Andri hefur sigrað á 2 mótum á Eimskipsmótaröðin í sumar og Haraldur var Íslandsmeistari í höggleik árið 2012, svo fátt eitt sé nefnt. Báðir eru landsliðsmenn og í eldlínunni í sumar. Við hittum kappana í Grafarholti og spurðum hvernig þeir rötuðu út á golfvöll. Andri, hvernig byrjaði þú í golfi? Þetta byrjaði bara á því að ég fór á golfnámskeið. Ég held að foreldrar mín hafi ekki þolað mig nógu mikið, þannig hendi mér á golfnámskeið og eftir það var eiginlega bara ekkert aftur snúið. Ég fór bara á næstu 3 held ég þetta sumar og þá byrjaði þetta bara svona. Manstu hvað var skamall? Ég hef örugglega verið 7 ára, eitthvað svoleiðis, það bil. Og hvenær fórstu fljótlega svona að keppa að einhverju viti? Nei, ég fór bara að æfa, síðan var alltaf fótbolti inn á milli, þannig að ég byrjaði ekki að keppa á mótorinu fyrir ég var 13 ára, 12-13 ára. En síðan hefur ekki verið aftur snúið? Nei, það er eiginlega bara þannig. Maður er bara búinn að vera í golfi síðan þá, já, það má eiginlega segja það. Og hvað ertu komin í forgjöf? Ég veit það ekki, ég held að ég sé bara í -1, eitthvað svoleiðis. Fórstu strax að hugsa einhverja stóra drauma að verða atvinnumaður eða eitthvað slíkt? Nei, ég teki það bara í litlum skrefum. Mér langar bara að vera betri með hverju sumrinu, en auðvitað stóri draumurinn að komast á mótaröð. Það er alveg klart mál. Hvernig er að vera í háskóla í Bandaríkjunum og stunda golfið með? Það er náttúrulega frábært. Það er náttúrulega oftar en ekki gott veður. Þetta getur verið erfitt náttúrulega. Þú ert að spila golf, þú ert að læra, þú ert að fara í fullt af mótum. Sér getur alltaf lent í mótlæti, þjálfararnir leiðilegir, eitthvað svona vesen. En þetta er náttúrulega bara snillt. Mér finnst það allavega. Ég veit ekki öllum finnst það, en mér finnst það að vera algjör snillt og hjálpa mikið. Já, hefurðu bættið mikið sem kylfingur með því að gera þetta? Já, ég myndi segja, þú lærir líka á sjálfa þig. Þú lærir að gera hlutina, þú þarft ekki alltaf að vera treyst á að sé eitthvað maður að bara standa til hliðina þér, þú átt að gera þetta svona og svona og svona. Þú þarft að finna þína sveiflu, læra á þetta, finna þín högg þegar illa gengur. Þá getur þú bara slegið þetta högg og þú getur treyst í. Þannig já, ég myndi segja að ég lært mikið. Haraldur, manstu eftir þér hvað var skamall þegar þú byrjaðir í golfi og af hverju byrjaðir í golfi? Ég var svona 11-12 ára, fór í golfvöll í Staðarsveit, Snæfellsnesi og það var akkurat Magnús Birgisson að gefa golfkennslu þannig að ég fekk svona kennslu strax og það var bara ekki aftur snúið. Fórstu fljótlega að keppa? Nei, ég ætlaði fyrst bara að hafa þetta sem svona sport með fótboltanum en svo svona 15-16 þá tók ég eiginlega golfið yfir og ég hætti fótbolta og golfið fór á fullt. Fórstu að setja þér fljótlega þá einhver markmið? Nei, fyrst vildi ég bara hafa gaman að þessu svo svona þú byrjaði kannski aðeins að ganga betur og betur á unglingamótaröðinni og þá langaði mann alltaf lengra. Og hvernig horfur á þína getu í dag? Ertu sáttur með stöðuna eins og hún er núna? Nei, mér langar að vera betri. Og hverjir eru framtíðardraumarnir? Það er Evrópumótaröðin. Það er bara í hreinskilni, það er stóri draumurinn að spila þar og geta eitthvað. Ertu komin með svona eitthvað, hvað getur maður sagt, ertu komin með eitthvað svona plön, algjörlega svona framtíðarplön í því, hvernig þú hyggst náð því? Nei, ekki alveg, en það er svona komið svona drög að hvernig maður ætlar að reyna þetta. Þannig að þetta er ekki fjarlægur draumur? Þetta er náttúrulega erfitt, það eru margir sem vilja komast að, en þetta er hægt. Þið hafið nú báðið unni góð stór mót hérna heima á Íslandi og þú varst nú, já, náðar þínum hápunkti kannski sem Íslandsmeistari á Hellu fyrir nokkrum árum síðan? Já, það var mjög gaman. Er stefnan að ná í annan Íslandsmeistaratitil? Já, ég ætla ekki að láta þetta vera síðasta. Það er alltaf gaman að vinna og mann er langar að vinna bara sem flesta. Það er svolítið góð tilfinning og þetta var náttúrulega mjög stórt dæmi fyrir golfklúbb Reykjavíkur sem að þessi stóri klúbbur hafði ekki átt sigurvegar á Íslandsmóti karla lengi. Já, ég pældi ekkert í því, ég pældi bara í að vinna andra og svo kom bara titillinn með. Hvað ætlað þú að gera í sumar til að ná í Íslandsmeistaratitilinn þannig að hatti fari ekki að safna fleirum?
Ég ætla bara að reyna að spila gott golf og halda áfram að gera það sem ég að gera og síðan sjáum við bara til. Þetta svo sem, jú, auðvitað var ég gaman að vera Íslandsmeistari en númer 1 og 3 er náttúrulega bara að bæta mig í golfi og komast nær markmiðum mínum sem er á mótaröðuna, þannig að... Komast á mótaröðuna, þið getur verið sama félagarnir? Já, það var mjög gaman að fá að vera á mótaröðinu með hatt og vinna. Það var líka mjög sterkt og gaman, sko. Uppáhalds golfvöllur á Íslandi? Korpa. Korpan. Skemmtilegasta brautin á Íslandi? Par 4 hólunar á Korpu. Allar á Korpu. Erfiðasta golfhólan? Langa par 3 hólan í Brautarholti. 16 á Korpu. Besta kilvan í pókanum? Bútter. Dræfurinn. Súkkulaðikeks eða banani í nestinu? Bæði. Prins Bólu. Rory eða Tiger? Tiger. Tiger. PGA eða Evrópumótaröðin? Evrópumótaröðin. Ég held að það sé skemmtilegra. Evrópumótaröðin. Hver var Íslandsmeistari karla árið 1981? Siggi P. Siggi P. Hver hefur oftast orðið Íslandsmeistari kvenna? Karen Sævars. Ragnhildur Sigurðardóttir. Nei, Karen Sævars. Eða ekki? Ha? Hver var fyrsti Íslandsmeistari kvenna? Anna. Karen Sævarsdóttir. Ég var það, en samt held ég það. Hvaða íslenski kylfingur sló 3 bolta í Atlantshafi á 16. braut í lokarhring á Íslandsmótinu í Vestmannaeyjum 2008? Þú ert leiðilegur en það er Heiðar Davíð. Heiðar Davíð Bragason. Hvað heitir forstjóri Eimskips? Gylfi Sigfús. Gylfi Sigfússon. Hvernig myndið þú íslenska nafnið Peter Salmon? Pétur Lax. Íslenska... Pétur Lax. Hvaðan er söngvarinn Valdimar? Hann er á Suðurnesjum. Húsavík, ég veit það ekki. Hvaða 2 íslenskir söngvarar sem fóru einu sinni á Eurovision eru þekktir kylfingar? Hvað þetta er, Eyvi og Stebbi? Bara horfi ekki á Eurovision og veit bara óða lítið Eurovision. Hvað heitir golfvöllurinn á Akranesi? Leynir. Já, Garðavöllur. Garðavöllur. Hver vann Masters í fyrra? Bubba. Hvað er 2015 núna? Já, 2014. Ég man það ekki. Bubba Watson. Já, nú er auðveldara fyrir Íslendinga að fara á hinn heimsþekkta Belfry golfvöll eða réttar sagt golfsvæði því þetta eru 3 golfvellir og óbúslega flott gisting. Með beinu flugi til Birmingham er þetta nú mjög auðvelt fyrir Íslendinga. Það er ótt að segja að það hafi hlaupið á snærið hjá Íslendingu sem eru duglegir að fara til Bretlands í golf en Belfry sem er í 15 mínútna akstursfjarlægð frá Birmingham flugvelli er einn af þekktustu golfvöllum Bretlands en sú fræð kemur til vegna þess að Ryder bikarinn, stærsta golfmót sem haldið annað hvert ár, hefur 4 sinnum verið á Brabazon vellinum á Belfry. Í 2 af þeim skiptum sigruðu Evrópumenn fyrst árið 1985 en það var fyrsti Ryder titill þeirra síðan 1933. Í kjölfari fylgdu Ryder-keppnir 1989, 93 og 2002. Árið 89 var jafntefli, Bandaríkjamenn knúðu fram sigur 1993 en svo vann Evrópa í svaka veðurregn 2002. Á Belfry eru 3 golfvellir, hinn heimsfrægi Brabazon, PGA National og Derby. Á Brabazon eru 2 brautir sem flestir kylfingar bíða spenntir að eiga við en það eru 10. og 18. 10. hólan er rúmlega 200 metrar löng par 4 en frægt er þegar Spánverjinn Seve Ballesteros dræfaði inn á flöti í Ryder-keppninni 1985. Brautin er glæsileg og mjög skemmtileg þar sem vatnstorfara leikur stórt hlutverk. Flötin er mjó og erfitt að hitta hann í uppafsöki en það eru margir sem reyna. Þetta er einn frægasta hólan í Englandi, 10. brautin á Belfry. Þetta reynum á við flötina. Það er ekki alveg, en lengdin nokkuð nálægt. Þetta er náttúrulega stórskemmtilegu völlur og ævintýri að spila þetta. Gerir ykkur vonir að þetta eftir að, hvað skulum segja, tikka svolítið inn
því að ekki aðeins Belfry heldur fjöldi golfvalla hérna í kringum? Jú, að sjálfsögðu, það gefur auðvitað, það ekki bara fótbolti sem mjög sterkur hérna á þessu svæði, mörg lið og margt að velja þegar kemur á fótboltanum, en ekkert síður í golfinu. Að hér eins og þú þekkir sjálfsagt betur en ég, mikið af góðum golfvöllum og stutt að fara á milli þeirra og annað slíkt og allar aðstæður góðar og verðlagningin sýnist manni líka mjög hagstæð. Og þessi völlur hérna, já, þetta golfsvæði, þetta 3 golfvöllir hérna á Belfry, mikil saga hérna með ræterinn og fleira, þannig að eflaust spennandi fyrir marga að koma hingað. Já, mjög. Maður sér það bara líka þegar maður lappar golfhúsið hér og gististæðin sem mjög stór og svona margbrotin og mikið í gangi alltaf, að sagan leikur hér af veggjónum í bak og fyrir og bara heilmikið ævintýri að lappa húsið og skoða myndirnar og svona upplifa stemminguna. Golf orðið hansi, veigamikil þáttur í þegar þið svona að vinna ykkar markastarfi á Íslandi varðandi það að flytja Íslending út? Já, það spilar heilmikla rullu. Það þannig að Íslendingar ferðast kannski ekkert mjög mikið á sumrin og ekki síst golfarar sem að notuðu þetta sumari heima. En bæði á vorin og haustina þá mikið það að fólk að fara að spila golf og hinga til Bretlands og náttúrulega suður til Spánar og svona nær hitanum og náttúrulega ekki síður Orlando á þessu svæði. En við tökum mikið tillit til þess að þegar við erum að plana það sem að framundan hjá okkur, hvert við getum farið með golfhópana og einstaklinga sem hafa áhuga á golfi. Og þú sjálfur, langt síðan byrjaði að spila golf? Já, ég hef ekki spilað þetta mjög mikið. Ég svona þokkalega slarkfær, svona miðaldra kalla golfari og hefur gaman að þessu. En það svona, maður finnur til þess að maður spila með þér til dæmis. Maður getur gert betur. En þetta samt gott og það þetta félagskapurinn og útiveran og allt saman? Já, mikil og sérstaklega í svona aðstæðum eins og hérna þá þetta náttúrulega bara ævintýri. Jafnvel þó maður væri ekki með golfkilvuna að labba með hana völl og bara hvernig hann svona sniðinn að náttúrunni hérna og alveg stórkostlega fallegur hvar sem á hann litið. Já, svo eru líka frábæra aðstæður hérna á Belfry, jafnvel fyrir makana sem ekki spila golf, það mikið í boði. Já, þetta eins og ég segi, þetta stór gististaður og margt í gangi. Hér hérna mjög stór skemmtistaður sem fólk sækir í bara úr nágrenninu og út úr Birmingham og Coventry og fleiri borgum sem hérna í kring. Þannig að það jafnvel bara fjör, myndum við að segja. Það ekkert leiðilegra þegar maður að vippast á fyrst í jörðinu og svo í boltan og það verður ekkert úr högginu. Gott ráð við þessu að þegar þú stillir upp að passa að boltinn sé á móti hægri hæl. Sama hvað þú vilt svo gera við tánna. Margir kjósa að vísa svo tánni í átt að skotmarki og það bara gott. Og síðan þegar við reyðum höggið að þá kemur kilvan alltaf fyrst í boltan. Það sem ég hugsa oft að því að ég nú Suðurnesjamanneskja og hér frábær körfuboltalið í hverjum bæ og mér var kennt að ég fór í körfuboltaspjaldið í og ég hugsaði þetta oft í stuttum punkti sem ég vil setja í. Sem sagt að ég vil hitta í aftari brún holunar en ekki fremri. Þannig að ef ég hitt ekki þá fer ég allavega nógu langt. Sjáum hvernig það gengur hjá mér.